Óvænt úrslit urðu allvíða í sveitarstjórnarkosningunum í maí og meirihlutinn breyttist í nokkrum stærri sveitarfélögum. Í Hafnarfirði tapaði Alþýðuflokkur stórt, Framsóknarmenn unnu kosningasigur í Kópavogi og Húsavíkurlistinn hlaut hreinan meirihluta á Húsavík. Sjálfstæðisflokkurinn jók fylgi sitt víða land, til dæmis á Ísafirði, Akureyri og á Seltjarnarnesi. Hins vegar tókst flokknum ekki að endurheimta gamlan meirihluta í Reykjavíkurborg. R-listinn fékk 8 menn kjörna en D-listi 7. Athygli vakti hve margir kjósendur í Reykjavík beittu útstrikunum. Þar voru tæplega 8.600 á R-lista en 1.600 á D-lista. Flestir strikuðu yfir nafn Hrannars B. Arnarssonar. Árni Sigfússon, oddviti Sjálfstæðismanna, sagðist hafa lagt pólitíska framtíð sína að veði í kosningunum og hann myndi ekki gegna stöðu oddvita áfram. Ég hef sagt Sjálfstæðismönnum það er þá framundan að annar leiði hópinn og til sigurs eftir 4 ár. Það hins vegar ætlum við eflaust að gefa okkur góðan tíma til að skoða. Ingibjörg Sólrún sagðist vera stolt af R-listanum, árangurinn á kjörtímabilinu hefði tryggt honum sigur. Það er náttúrulega miklu sætari sigur að vinna þegar maður leggur verk sín í dóm kjósenda og uppsker sigur heldur en þegar maður leggur væntingar í dóm þeirra eins og var fyrir 4 árum. Davíð Oddsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði daginn eftir kosningar að flokkurinn hefði fengið 5 til 6 af 100 meira fylgi á landsvísu en þegar síðast var kosið til Alþingis. R-listinn hefði meðal annars notið góðæris og góðra verka ríkisstjórnarinnar en að auki óvenjulegs fjölmiðladekurs. Það er augljóst að meirihlutinn var kosinn af kjósendum með óbragði í munninum því að þriðjungur þeirra er að breyta listanum, þriðjungur þeirra skoðunar sem að fjölmiðlarnir til að mynda ríkissjónvarpið virðist ekki hafa skilning á að listinn var óframbærilegur og fyrir neðan allar hellur. Og það er óþekkt í sögunni að listi færi með svona miklu óbragði með sér.